Að öllu óbreyttu hefst verkfall leikskólakennara á mánudaginn. Starfsemi 240 leikskóla í landinu mun raskast að miklu leyti sem hefði áhrif á 14.000 fjölskyldur í landinu. Sú 11% launahækkun sem leikskólakennarar vilja umfram aðra stéttir myndi kosta sveitarfélögin ríflega 800 milljónir á ári. Við ræðum þessi mál við formann félags leikskólakennara hér rétt á eftir. En fyrst eru það leikskólamálin. Haraldur Freyr Gíslason sestur hjá Sigmari. Haraldur, velkomin í Kastljós. Takk fyrir það. Sigmar, gott að koma til þín. Já, gott að fá þig. Við skulum kannski byrja á því að velta upp hver staða núna í kjaraviðræðunum. Það engin fundir í gangi, þetta bara allt í einhverjum baklási eða hvað? Já, það hafa ekki verið boðaðir fundir í deilunni, en sátta sem bara fólk má vera á tánum ef hann þyrfti að kalla okkur með stundum fyrirvara. Og hvernig lestu í stöðuna? Ekkert að fara að gerast? Verkfallið að bresta á mánudaginn eða hvað? Ég nú bjartsýnn á eðlisfari og ég trúi því að sveitarfélögin muni nú koma á mótsvið leikskólakennara, á mótsvið þessa sanngirnu kröfu okkar. Já, þeim fyrst krafan hins vegar ekki sanngjörn eins og núna árar í samfélaginu og við vitum það að sveitarfélögin hún kúpunni. Hún sanngjörn í því ljósi? Sko, hvort að hún sé sanngjörn vegna þess að sveitarfélög á kúpunni? Já. Fyrir að fyrsta þá náttúrulega ekki öll sveitarfélög á kúpunni, það nú mjög mikið álitamál hversu mikið sveitarfélögin á kúpunni, en einhver hafa verið en önnur, það ljóst. Og sem standa mjög illa. Já, deilan snýst þessa kröfu, 11% leiðréttingu á launum kennara vegna þess að við verðum á eftirviðmömmu stéttum eins og til dæmis grunnskólakennarum. Við erum að fara fram á þessi 11% og ef við setjum þessi 11% bara í samhengi þá þetta 15 skall eftir skatt á launum tengt gjöld og það nú ekki hákrafa. Við förum líka fram á almennu markaðshækkanirnar og sem eru cirka rúmlega 12% og ef við tökum þetta nú bara allt saman og setjum þetta á íslensku þá eftir 3 ár eru leikskólakennarar að fá í vasann eftir skatt og launum til gjöld cirka 35.000 krónur, 35 til 8.000 krónur. Það nú alltaf óskupin. Já, það svo sem enginn held ég að halda því fram að leikskólakennarar hafi eitthvað sérstaklega gott og séu með góð laun en samt hafa svona þeir sem eru í forsvari fyrir þá sem þið eruð að semja við verið að benda á það að þetta sé nú kannski allt spurningum tíma. Getur ekki alveg verið eitthvað til í því? Já, hvenær rétti tíminn til að læra laun leikskólakennara? Það var ekki rétti tíminn í góðærinu. Þá hefðum við komið að stað launaskriði, var sagt, og það ekki rétti tíminn núna. Ég spyr bara, hvenær rétti tíminn fyrir leikskólakennara? Já, ykkur finnst rétti tíminn til þess að fara fram með þetta núna. Á hverju núna en ekki á einhverjum öðrum tíma? Af því við erum bara búin að fá nóg. Það bara, leikskólakennarar eru bara komin fyrir vegg. Og ég sé fram á það að ef við náum ekki fram með þessari sanngirnu kröfu okkar þá verður bara mikið brottfall á stéttinni. Við verðum að athuga það líka að það sko núna 2014 þá þetta útskrifast með sko 5 ára masterspróf og við erum að fara í gegnum sama nám og grunnskólakennarar eru ekki hálfnastjött í okkur þjóðfélagi. Þeir hafa það bara alls ekki gott og það sýnir mjög vel okkar stöðu. Þannig að 2014 þá þetta 5 ára mastersnám útskrifast fyrstu mastersnemarnir og síðan kemur svona beygja í náminu og þá fyrir annarkvæmt 0 til 6 eða velur 12 til 6 til 16 og ef 0 til 6 cirka 20% lægri launustétt þá velur engin leikskólakennarana og við viljum viðhalda faglegum standard í stéttin okkar. Ég meina, laun leikskólakennara hafa lengi verið lág. Já. Hefur verið mikið brottfall hingað til að þínu mati? Hafa skólarnir skaðast mikið út af þessari stefnu sem hefur verið rekin í launamálum í þessu skólakerfi? Þarna í skólakerfinu? Það eru 33% leikskólakennara fagmenntaðir hjá Reykjavíkurborg. 33%. Það segir sína sögu. En hvaða viðmót fáið þið á fundum? Hvernig getur þú lesið í það að þú höfða til skynsemi sveitarstjórnarmanna? Mér hefur ekki gengið vel að höfða til... Hvar færðu þá vonarglætu úr því að sáttasemjari sér ekki ástæðu til þess að búa fund? Mér hefur greinilega ekki gengið vel að höfða til skynsemi samninganefndarinnar og þetta hefur ekkert snúist skynsemi eða rök. Þetta bara einhver ákveðin lína sem búið að leggja. Búið að leggja það bara miðlægt pólitískt að allir fáum við bara það sama, það er bara búið að leggja þá línu og þetta snýst bara pólitík, ekkert réttlæti eða sanngirni. Hvað með þau rök að ef þið fáið umfram með vísun í aðrar stéttir, þá geti aðrar stéttar
vísað í ykkur og sagt þeir fengu umfram vegna þess að menn miða sig alltaf við eitthvað og rökstyðja sínar hækkanir þannig. Já, þú veit og þá meina það að þá komi grunnskólakennarar á eftir okkur, við náðum ekki einu sinni. Eða einhverjir aðrir. Við náðum ekki einu sinni. Ég meina það er búið að loka öllum kjarasamningum til 3 ára, þannig að við erum ekkert að fara að setja neitt dómínóeffekt á stað. Hvað segið þið við þessum tölum sem hafa verið að birtast það að kostnaður, ekstrakostnaður sveitarfélaganna sé aukast þetta 800 milljónir á ári bara til þess að mæta þessari 11% hækkun sem þið viljið umfram hina hækkunina? Já, sko, nú var ég bara að sjá þessar tölur núna í fréttunum, þannig ég hef ekkert kynnt mér þær. En að sjálfsögðu fer áráðsvél Samtaka íslenskra sveitarfélaga á stað og setur fram svona tölur, þá þarf bara að skoða þessar tölur. Og ég treyst alveg sveitarstjórnarmönnum sem að finna skynsamlega lausn til þess að brúa þetta bil. Já. Hvaða áhrif hefur þetta verkfall? Þetta eru 240 leikskólar sem að verða fyrir einhverjum áhrifum. Eru þeir allir að fara að loka? Já, það eru 280 cirka leikskólar á landinu. Þetta verkefni er ekki til sjálfstætt starfandi skóla sem eru það byrjum 40. Þannig að 240 leikskólar sem þetta hefur áhrif á. Samkvæmt okkar túlkun og túlkun lögfræðings KÍ þá loka allar deildar þar sem að deildarstjórinn er fámenntaður, þar sem hann er í okkar félagi. Og við það miður þá verða einhverjar deildar opnar þar sem að deildarstjórinn er ófaglegur. Það er ljóst, en þær eru ekki það margar. Þannig að í þessum 240 skólum að þá var það kannski ein deild opin hér og þar? Já, í Sönnum landi. Þannig að leikskólastarfið það er meira og minna lamast fyrir utan einkareknu skólana. Foreldrar hafa eðlilega áhyggjur af þessu vegna þess að þetta kemur til með að hafa áhrif á foreldrana, þetta kemur til með að hafa áhrif á börnin, þetta er alls konar rask og þetta vitið þið náttúrulega manna best. Hvernig metur stöðuna í ykkar garð? Ég meina, hvernig finnið þið fyrir miklu stuðningi? Ég finn bara fyrir stuðningi og það er okkur finnst það ömuleg staða að vera í því að láta okkar aðgerðir bitna á saklausu fólki. Við búum við það bara að það eru sveitarfélögin sem spara á því ef leikskólakennarar færi í verkfall. Það er bara staðreynd. Þeir spara pening á því. En nú ertu náttúrulega að gera upp svolítið vondar hvatir, er það ekki? Þeir væntanlega vilja nú koma lífinu í fasta skólu. Ég ætla það, en þetta er samt staðreynd að þeir spara á okkar verkfalli. En okkur finnst ömurlegt að þurfa að láta þetta bitna á saklausu fólki. Það er bara þannig. En þetta er það eina sem við höfum. Annarkvort að samþykkja óbreytt ástand og vera óánægð og fúl. Er það gott? Er það góð staða? Nei. Eða beita þessu leiðindavopni. Hvað eru leikskólakennarar almennt með í laun? Byrjunarlaun leikskólakennarar er 247.000 fyrir skatt. Hvað eru leikskólakennarar yfirleitt með þegar að allt er tiltalið? Þá eru ekki bara að tala um taxtana, þá eru bara að tala um það sem að kemur. Hver eru heildarlaunin og hver eru útborgunarlaun? Leikskólakennarar vinna enga yfirvinnu. Þeir eru ekkert möguleika að vinna neina yfirvinnu. Þannig að grunnlaunin okkar eru launin okkar. Ég skal segja það, ég var deildarstjóri leikskóla og var hæstlaunaðasti leikskólakennarinn á minni deild. Ég var að fá 210.000 krónur útborgað. 210? Já. Heildarlaunin? Ég var að fá 210.000 útborgað, ég var með 295.000. Og flestir þá undir því? Já, allir á minni deild. Hvað getið þið verið lengi í verkfalli vegna þess að leikskólakennarar verða eðlilega fyrir tekjuskerðingu á meðan á verkfalli stendur? Geta menn haldið út langt og erfitt verkfall? Já, við höfum digra sjóði og við getum haldið út mjög langt verkfall. Hversu langt? Marga mánuði. Já. Þið eru líka, að þú komst inn á það að það færi svona ákveðið áróðustrið í gangi. Já. Það er nú alltaf þannig að það leika báðir þann leik. Eitt af því sem þið ætlið að gera, það er að þið ætlið að safna peningum fyrir sveitarfélögin. Já, við viljum að sjálfsögðu leggja okkur á mörkum til þess að hjálpa þeim að greiða leikskólakennurum mannsæmandi laun og við ætlum að halda styrktartónleika fyrir sveitarfélögin 19. ágúst á NASA og munum láta allan ágóða renna til sveitarfélagana. Hvað er þetta ekki svolítið svona, svo orðum við þetta bara pent, þið eruð að senda sveitarfélögunum svolítið löngutöng? Nei, við erum að gefa pening, erum við að senda þeim löngutöng. Já, þetta er nú, þið eruð að hæðast aðeins svona, þegar þið þekkið með þessu? Ekki þess með, mér finnst við bara mjög góðið á. Já. Og leggja okkar á mörkum. En hvað með andan í stéttinni gagnvart þessu verkfalli? Það er bara rosalegu kraftur í stéttinni
og hann sko hefur bara aukist eftir því sem nær dregur. Leikskólakennarar eru bara búnir að fá nóg. Þannig að það verður verkfall á mánudaginn. Vonandi ekki. Sjáum til. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Kastljós. Sömuleiðis.